þá komið að janúarleiðsögn fyrir tvíbura. Svo ég fari nú aðeins yfir praktísku atriðin, þá er það þannig að það sem ég geri er að ég tengi inn á einhverja ákveðna bylgjulengd þar sem hópur af ykkur er líka búin að tengja inn á. Nú, það er ekki öll ykkur búin að tengja inn á þessu sömu bylgjulengd, þannig að það eru einhverju sem að tengja bara alls ekki við. Nú, ef þú tengir alls ekki við merkið þitt, það er að segja þetta sólarmerkið þitt, fæðingarmerkið þitt, þá mæli ég með því að þið kannið önnur merki, þá sérstaklega önnur merki sko úr ykkar stjörnukorti, rísandi merkið ykkar eða tunglmerkið ykkar, Venusarmerkið ef þið eru sérstaklega hugað ástarmálunum til dæmis, eða bara eitthvað merki sem er síendurtekið í stjörnukortinu ykkar. Smáatriðin, við skulum ekki vera að festa okkur of mikið í þeim, það eru vissir hlutir sem eru mjög flæðandi. Þar má sérstaklega nefna kyn, aldur, sambönd, nákvæmar tímasetningar, staðsetningar og hvað vera samböndin, þau geta verið allavega á alls konar og eins geta komið upp speglanir. Það er að segja ef ég er að tala um samskipti þín og eitthvað annars, þá getur verið að aðstæður séu akkurat öfugt við það sem ég segi, eins og horfa í spegil. En við skulum dæmda okkur í þetta að byrja á því að athuga hvaða tvíbura við erum að lesa fyrir og fá fyrir það nokkur spil. Fáum áskoranir og uppákomur í janúar fyrir tvíbura. Fáum leiðsögn fyrir tvíbura. Fáum niðurstöðu fyrir tvíbura. Og það sem tvíburinn ekki veit, hann hefði gott af því að fá aukna innsýn inni. Vil ég fara hér neðst í bökkinn. Okay. Nú tvíburinn sem ég er að lesa fyrir. Kæri tvíburi, þú ert sýnist mér búin að vera svona heilt yfir almennt á óbærslega góðum stað í einhvern tíma núna, allavega á mjög góðri stefnu og það er mjög bjart framundan hjá þér. Að þú ert búin að vera á einhverju vegferð, tilfinningalegri vegferð sem að hefur vissulega verið á köflum erfið, en núna ertu einhvern veginn búin að uppskera af þeirri vegferð mikla dýrgripi og mikinn þroska, mikla mýkt, mikinn kærleik og mikla ást og alveg svona umvefjandi hlýja ást. Hver sem það er það er þú gagnvart sjálfum þér, þú gagnvart öðrum og aðrir gagnvart þér. Það er mikil auðmýkt þarna og mikil hlýja og svona umvefjandi kærleikur einhvern veginn í svo mörgu í kringum þig og þetta er
uppskera vegferðar sem þú hefur verið á í einhvern tíma núna. Og þetta er svolítið tími sem þú stendur í núna og er stór hluti af þér núna. Þetta er ofboðslega fallegt. Þú ert á mjög góðum stað og einhvern veginn búin að ná lendingu í ofboðslega fallegum stað og ofboðslega fallegu umhverfi í miklu kærleika. Áskoranir sem að gætu komið upp hjá núna í janúar. Þá er hér aðeins verið, mér finnst það er svona pínu í öllum þessu kærleika sem ert í, það er svona pínu rósaglegur yfir því, svona svolítið þetta er eitthvað svona hjónabands hveitibrauðsdagar svolítið, þannig að það er svolítið svona rósróði yfir öllu, svona pínu glimmer yfir öllu, þannig að erfiðleikarnir er einhvern veginn ekki neitt rosalega sýnilegir núna, sem að er allt í lagi og að gera að njóta þess. En það er svona aðeins núna í janúar, þá verður hrist svolítið svona aðeins tekið blúnduna utan á hlutunum og svona grár hversdagsleikin gerir vart við sig aftur. Og svona í fyrstu þá finnst þér að kannski vera ákveðin svolítið svona erfitt og hristi svolítið einhvers staðar niður í grunninn hjá þér. Mér finnst það eins og það komi upp þá eitthvað svona gamall ótti að, heyrðu, ok, fyrst að við erum ekki lengur í alsælunni hér, er ég þá bara komin aftur í þetta sama gamla? Er ég komin aftur í erfiðleikann? Er ég aftur komin í eitthvað svona sem var ekki, þar sem ég var ekki að njóta mín? Svarið því er nei, en máli er að við erum aldrei búin. Við erum aldrei komin á endastöðuna, það er bara þegar við yfirgefum líkamann einhvern tímann undir lokin. En við erum aldrei alveg búin, þannig að þó það komi upp einhverjir, þó að glitti aftur í gráan hversdagsleika núna í janúar, þá er ekki þar með sagt að þessi uppskera hafi verið eitthvað fölsk. Alls ekki, hún er sönn, kærleikurinn er sannur og þú er bara akkurat í dag að fá að njóta og virkilega lifa þannig kærleika sem þú ert búin að uppskera. En svo þarf þetta að halda áfram og því fylgir bara okkar andlega og mannlega ferðalagi fylgir að við tökumst á við áskoranir, ýmsar og alls konar, og það verður alltaf hrist aðeins við okkur og þá þurfum við að hafa duginn í og kjarkinn til þess að fara inn í óvissuna og halda áfram inn í vegferðina sem lífið er og ekki ætla ég halda í eitthvað rósaglir eða eitthvað blundur. Vertu þakklátt fyrir það sem hún hefur núna og vertu þakklátt fyrir þessa hveitibrauðsdaga, en það yrði líka leiðinlegt til lengdar að það væri alltaf svoleiðis, við skulum hafa það á hreinu. Þannig að hafðu þig á loft og haltu áfram inn í óvissuna sem að tilheyrir því að vera lifandi. Og það er alltaf lagi þó þú vitir ekki hvað er framundan. En ekki halda bara því að því hlutinir verða aftur aðeins hversdagslegri og að því að það eru áskoranir að þá sértu komin í einhvern gamlan pakka eða gamalt munstur eða einhver gamla óhamingju. Það er ekki þar með sagt að þú sért búin að uppskera minna. Þetta snýst bara að halda áfram og ekki ríghalda í einhverja ákveðna hugmynd hvað hamingjan sé. Þú ert með hamingjuna með þér í gegnum líka nýjar áskoranir. Leiðsögnin er að einmitt halda það sem ég var að enda við að segja, hafa hamingjuna með sér líka í gegnum áskoranir, og það er mjög mikilvægt fyrir þig núna að halda áfram að vinna inn á við, halda áfram í að skoða sjálfan þig, halda í þolinmæðina þína og
sko sérstaklega að passa að láta þetta gamla ekki draga þig eitthvað niður, og hvað þá gamlar hugmyndir eða gamlar skilgreiningar, eitthvað svona gamlar reglur sem að var einhvern veginn lamin í hausinn á þér strax í upphafi, sko, hvernig hlutina ættu að vera. Ekki láta það halda aftur og ekki láta það vera að trufla þig núna. Af því að einhver svona gömul viðmið, þú veist, ef þú virkilega skoðar inn í þig og sérstaklega inn í styrkinn þinn, ef þú virkilega skoðar sko hvernig þér líður sem sterkustum, hvernig þú ert sannastur sjálfum þér og hvernig sko hvar þitt gildi liggur, hvar þínu styrkleika liggja, hvernig sko þér líður best, hvernig þú ert sem sterkastur í þínu. Ef þú lítur inn á við og skoðar styrkinn þinn, þá sérðu að einhver gamlar reglur eða gömul gildi einhvern tímann frá því sko fyrir mörgum áratugum síðan, það er ekki styrkleikurinn þinn. Þó þú hafir einhvern tímann náð að setja það saman þannig að þú passar í það mót eða í þann kassa, það var ekki styrkleiki að láta hnoða sig saman í eitthvað svona mót. Þú ert langt því sterkust þegar þú ert hvað sönnust sjálfum þér. Þannig að ekki láta þessar gömlu hugmyndir segja við þig að þú þurfir að vera svona á hinsegin og passa í eitthvað nákvæmn kassa. Bara alls ekki. Haltu mikið í styrkleikana þína og virkilega ígrundaðu inn á við hver sko þú ert og hvernig þú ert hvað sannastur sjálfum þér. Niðurstaðan þín er svo að þú ert í áframhaldandi ferðalagi og þú ert á réttri leið. Stundum þurfum við að finna, sérstaklega sko að því að mögulega áttu eftir að upplifa eins og í lok mánaðarins, áttu eftir að upplifa að hálfgerða stöðnun, eins og hlutin sé ekki að færast áfram, eins og það sé ekkert að breytast, eins og þér miði ekki áfram, en þú ert að hárréttri leið. En stundum þurfum við bara að horfa á hlutina svolítið öðrum augum og taka svolítið nýja sýn með okkur til þess að átta okkur á næstu skrefum eða næstu lausn. Þú munt upplifa svona pínu eins og sér komin að okkur vegg, eins og hér að sér komin að okkur gili og finnur enga leið í kringum það. Og þá þurfum við stundum að hreinlega bara setja okkur á haus og fá algjörlega nýtt sjónarhorn á hlutina til að sjá hvernig við brúum, hvernig við höldum áfram. En hins vegar þá er það þannig að sko réttlæti sigrar alltaf að lokum, þannig að þetta fer alltaf eins og það á að fara. Og það fer alltaf á sinn hátt vel. Þetta svona smá getur veitir smá öryggi með það að þetta getur aldrei farið verra en vel. Það er svolítið þar. Og þetta verður alltaf rétt. Bara uppspretta alheimsins sér til þess að þetta fellur alltaf sko heiðarlega og rétt frá í lokin. Hvernig sem að það fer, þá verður alltaf sko jafnvægi og þetta verður alltaf í jafnvægi hvað varðar heiminn. En hins vegar þá ertu á hárréttri vegferð þegar þú upplifir stöðnun, athuga þá hvernig þú getur litið aðeins öðru svo hlutina. Ég vil fá smá auka innsýn hér. Sko, þú sjálfur, þú ert tilbúin og þú ert með öll þau verkfæri og alla þá hluti sem þú þarft til þess að halda áfram í þinni vegferð og til þess að skapa í rauninni þína drauma, skapa þitt rými, skapa hver þú vilt vera og hvernig þú vilt lífa. Þú hefur allt sem þú þarft til, en þú þarft bara að halda áfram, óttalaus og muna að lífið sjálft er galdur og það eru töfrar í hverju horni ef þú vilt sjá það sem þannig.
Samböndin í kringum þig, eins og ég sagði, það eru ofboðsleg væntumþykja og kærleikur alls staðar í kringum við þessar mundir og sambönd að þróast og dýpka, tengingar að dýpka. Treystu innsæinu þínu og í dag skaltu bara fókusa á það að njóta þess, að hlúa og vera mjúk við sjálfan þig og aðra. Meðan þú ert í þessari kærleiks rjóma bleiku búblu, njóttu þess. Ekki vera með huga með það að þetta, ekki vera hrædd við það að úps, þetta tekur að henda. Þetta varir ekki. Njóttu bara þess að vera í þessari mýkt á meðan hún varir. Og varðandi áskoranir þínar, þrátt fyrir að það verði ákveðnar áskoranir, þá ertu, eins og ég sagði áðan, þá ertu búin að uppskera ofboðslega mikið og ofboðslega ljúflega og þú hefur allt sem þú þarft, tilfinningalegum og efnislegum þörfum þínum er mætt. Þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur þó að þú mætir einhverjum áskorunum. Og þú hefur ofboðslega góð sambönd og tengingar alls staðar í kringum þig. Það er, eins og ég er búin að hamra hérna á alveg, það er svo ofboðslega kærleikur sem fylgir þér þessar myndir. Og hvað var það leiðsögnina þína? Mundu að þú ert alltaf að læra og kannaðu svolítið reglulega alla kosti í kringum þig. Treystu innsæinu þínu og það er ekki alltaf allt sem sýnist og það er ekki alltaf augljósasta svarið sem er það besta. Og eins og ég sagði við þig áðan, þá þurfum stundum að algjörlega breyta sjónarhorn til þess að miða áfram. Það á svolítið vel við hér. Þetta er svona pínu áminningum að ekki falla fyrir glópagöllu. Þegar þú heldur og sér búin að finna einhverja augljósasta lausnin, hún finnst mér ekki við hér. Þannig að ég verður að stoppa og staldra við og hugsa. Og vega og meta svona. Varðandi niðurstöðuna þína. Þá er aftur áminningu að hlusta algjörlega á innsæið þitt. Hafðu þolinmæði, ígrundaðu vel og vandlega hvað þú vilt áður en þú tekur af skarið. Sem ásvöldi við það sem ég var að segja hér. Þetta er svona að vera að impra á því. Gefðu þér tíma til að staldra við og hugsa og ígrunda. Og sérstaklega ef að það kom einhverjar hugmyndir og lausnir frá öðrum sem að þú leyfir þér að kannski efast aðeins að fylgdu þá innsæinu, leyfðu innri röddinni þinni að segja þér hvað það sé rétt og hvað er rangt. Það kom hérna auka spil einhvers staðar frá. Það verið að minna þig á að vel unnin störf eru verðlaunuð. Það að læra og virkilega leggja sig fram í einhvern lærdóm við hvaða viðfangsefni sem það er. Það verðlaunar og það verður að minna þig á að aldrei hætta að læra. Leyfðu þér alltaf að læra eitthvað nýtt, sama hvað. Þannig að ef það er eitthvað í boði fyrir þig, hvort sem það er formlegt eða óformlegt nám, náðu þér alltaf í eitthvað nýja visku og nýja reynslu. Það er svolítið svo lifir sem lærir
við lykillinn að æskunni felst í því að læra eitthvað nýtt á hverju degi. Þannig að haltu áfram að læra, saman hvað. Svona til að taka heim og saman þessa leiðsögn, svona til að ljúka henni, þá ætla ég að taka eitt leysanarspil úr splunkunýjum stokki hjá mér sem heitir Sacred Earth Oracle og það er þessi hér. Og ég ætla að draga hér eitt spil fyrir þig. Já, ok. Og það er spilið Surface eða yfirborð. Skulum finna meininguna fyrir það. Jarðleg meining þessa spilis. Sættu við hlutina nákvæmlega eins og þeir eru. Undirliggjandi, allt sem er hulið, allt sem liggur undir yfirborðinu, það kemur að lokum upp á yfirborðið. Stöðuleiki leyfir sköpunargleðinni að njóta sín og það að njóta rólegheita eftir mikil umskipti eða mikil umsvifti skilar sínu. Við erum öll pínulítið í klessu undir yfirborðinu. Dæmdu fólk frekar eftir gjörðum þeirra og innri fegurð og fegurðina sem það gefa heiminum frekar en ytra byrðinu. Gullhjarta liggur undir niðri á bakvið gróft yfirborð. Gættu þín á fólki sem er yfirborðskennt og virðist falskt og sérstaklega þeir sem virðast mögulega svolítið svona kaldir gagnvart öðrum. Andleg meining þessa spils er að rétt fyrir neðan yfirborðið á því sem við höldum að sé raunveruleikinn er kraftmikil, draumkennd, vídd ímyndur aflsins. Það er frá þeim stað sem við sækjum sanna sköpunargleði. Og það er frá þeim stað sem við gæðum allt sem við sköpum lífi. Allt sem við byggjum og allt sem við uppgötvum. Við gæðum því lífi frá þessum stað innra með okkur. Ímyndunaraflið þitt er ekki hamlað, er ekki innrammað af veraldlega áþreifanlega heiminum. Það er óafmarkað, það er óendanlegt, það nær yfir allar víddir, það er frjálst og það er gagnsætt. Leitaðu í merlana sem að felast í sáluðinni og leyfðu þínu sanna sjálfi að sækja upp á yfirborðið. Þannig að stattu með sjálfri stattu í þínu styrkleika, ekki láta ytri öfl og ekki láta, eins og ég var að segja við þig áðan, gömul gildi, gamlar hugmyndir, einhverja ramma sem samfélagar hefur skapað þér, ekki láta það grafa undan þér eða ramma þig inn þegar það eru svo óbúslega styrkleikar og mikil fegur innra með þér. Einbeittu þér að því sem er undir yfirborðinu, hjá þér og hjá öðrum, því það er svo mikil gleði og kraftur og ástar. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Ég vona að þetta kom að gagni og nýtist einhverjum. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og
þakka áheyrnina.